Já, góðan daginn. Ég heiti Skarpjörn Jónsson og ætla að kynna fyrir ykkur lokaverk mitt. Það er stillanlegt ísetningaborð. Ég byrjaði að vinna hjá Velfag árið 2017 og hef alltaf haft mikinn áhuga á því sem þeir gera þar og það sem þeir standa fyrir. Velfag er þróunar- og hönnunarfyrirtæki sem sérhæfir sig í að þróa vélar fyrir fiskiiðnað, eins og flugkonavélar, hausara og róðular. Ég vinn í framleiðslu og hef því mikið verið að vinna með að teikningar og smíði á íhlutum í þessar vélar. Mér eru alltaf langað að vinna meira með þróun og hönnun og að hanna mína eigin hluti og sérstaklega í þessa vél þar sem ég er búin að vera búa til þessi stykki í mörg ár hjá þeim. Þannig að ég talaði við Velfag og spurði þá verkefni. Hugmyndin, þróunarteymi Velfags leist mjög vel á hugmyndina. Þeir voru einmitt að fara að byrja á stóru verkefni og vildu endilega fá mig í þróun og hönnun á því verkefni. Verkefnið var að endurhanna ísetningaborð á M700 vél, flugkonavél. Mér leist mjög vel á verkefnið enda var þetta það sem ég sóttist eftir. Þetta var hönnun og þróun og eitthvað sem ég bara datt í lukkupotti með. M705 flugkonavél er ein af vinsælustu flugkonavélunum á landinu í dag. Hún hefur alltaf verið að þróast hjá Velfag og er enn í þróun. Hún kemur á þeim stofni sem heitir M700 flugkonavélar. M705 er svokölluð tölvustýrð flugkonavél. Hún flakar þorsk, ýsu, ufsa, keilu og svipaða tegundir. Þessi vél hefur verið þekktust fyrir að vera með góða nýtni. Ísetningaborð. Ísetningaborð er það sem að fiskurinn byrjar í vélinni. Maðurinn sem er að vinna á vélinni tekur fiskinn og setur hann á ísetningaborðið. Borðið heldur við fiskinn svo að söðullin fari rétt á fiskinn. Söðullin er sá hluti vélarinnar sem flytur fiskinn í gegnum vélina. Ef að söðullin er ekki á réttum stað, eða ef að fiskurinn er ekki á réttum stað á söðulinum, getur flökurinn ekki verið rétt og jafnvel getur vélin ekki flaka fiskinn. Það skiptir máli að hafa ísetningaborðið á réttum stað og að hafa réttri hæð vegna þess hversu stór fiskurinn er. Eftir því sem að fiskurinn er stærri, því neðar það borðið að fara. Á M700 vélunum er föst borð og verða menn því að rífa borðið af til þess að geta stillt borðið. Verkefnið snýst að endurhanna ísetningaborð sem hægt væri að stilla. Markmiðið er að hafa það einfalt, sem einfaldast og hægt er. Með þessu breytingu getur vélin flakað stærra svið af fiskum og getur allavega bætt við sig einni tegund af fiskitegund. Og má taka það fram, þetta er upprunalega þorskvél og markmiðið með okkur var að flaka lax með henni. Hönnun. Það voru margar hugmyndir sem komu að hönnunni en við hugsaum okkur að reyna að gera þetta sem einfaldast og þannig að við settum upp þessar 3 kenningar. Að hafa borðið fjaðrandi, liðugt og stillanlegt. Við ákveðum að gera borðið fjaðrandi, sú hugmynd fólst í því að geta keyrt mismunandi tegundar, mismunandi stóra fiska án þess að þurfa að breyta vélinni eitthvað. Þannig að við ákveðum að nota gorm. Borðið þurfti líka að vera liðugt til þess að geta fjaðrað undan bæði stórum fiski og litlum fiski. Þannig við ákveðum að reyna að gera borðið, setja eitthvað svona lögum inn í borðið. Stillanlegt. Borðið þurfti líka að vera stillanlegt til að hægt væri að fínstilla borðið. Fínstilla borðið fyrir ákveðna tegundir af fiski. Til dæmis eins og lax. Lax er rosalega mjúkur fiskur og rosalega erfitt að vinna með lax. Hérna má sjá hvernig ísetningaborðið er í dag.
Þetta er sem sagt venjulegt, þetta er venjuleg flökunarvél og þetta er þessi hefðbundna ísetningaborð. Hérna má sjá hvernig fiskurinn kemur inn, maðurinn stendur þar sem myndin er tekin, tekur fiskinn og setur hann á sem sagt blikkplötuna hérna, eða bólustálið. Svo kemur söðullinn sem að tekur við fisknum og flytur hann í gegnum vélina. Hérna má sjá hvernig orginal borðið er. Það er basically bara undirstöður og þetta eru 2 undirstöður sem undir þetta. Það er píklisti svokallaður sem heldur þessu núna, sem er gamla borðið og það er rosa erfitt að stilla þetta nema að rífa allt bólustálið af og setja spacera undir sem sagt bólustálið og píklistan. Við ákveðum að breyta píklistanum strax. Til þess að geta haft það fjadrandi þá þurftum við að losa okkur við píklistan sem er bara plast. Pík er bara plast. Og við ákveðum að breyta í borðinu í 40x40 vinkil en munum líklega að breyta því í 40x20 vinkil bæði upp á að minnka efnið og annað slíkt. Við þurftum að setja slitlista á vinkilinn til þess að rispa ekki söðulinn og borðið heldur líka við söðulinn þegar hann kemur og tekur við fisknum. Mikilvægar mælingar. Þetta er mikilvæg mæling vegna þess að við máttum ekki fara hærra en þetta með borðið. Við vorum að hanna nýja undirstöður og þetta var hæðsti punktur sem við máttum fara og þannig við unnum mikið með þessa hæð, 98 mm. Það komu fullt af hugmyndum þetta verkefni, sumar góðar, sumar slæmar, en við vorum alltaf að vinna með þessa 98 mm og það voru margar hugmyndir sem komu. En hugmyndi kom með því, hugmyndi sem kom að ég var að vinna hjá Velfag og sá sagaðan 45 gráðu öxul og þaðan kemur hugmyndin að þessu borði, eða þaðan kemur hugmyndin að þessu stillanlegu kerfi af því að við vorum alltaf að lenda í vandræðum með hvernig við getum stillt þetta og þarna kemur hugmyndin. Og svona endar þetta. Það er sem sagt stillibolti sem að skrúast inn og hann skrúast á 45 gráðu öxulinn. Og þarna sjáum við sneiðmynda þessu. Ef þú skrúar boltan inn þá hækkar þú borðið. Frekar einfalt, frekar þægilegt, einmitt það sem við vorum að sækjast eftir. Við náðum að koma eftir að við fundum þessa uppfinningu, þá náðum við að koma púsla þessu öllu saman. Við náðum að púsla gorminn saman og náðum að púsla lömmin saman. Stykki hérna megin, þetta er sem sagt fyrsta stykkið og svo er stillistykkið og gormurinn hérna. Og þetta gengur sem sagt niður og getur þar alveg gefið eftir til þess að væri möguleiki að geta flakalax. Smíðin, eftir að við vorum bara að hanna þetta þá ákveðum við að fara bara beint í smíðina og hún gekk bara á óskum framar enda var allt smíðað hjá Velfag. Þeir eru með öll tæki og tól þar og endaði verið að framleiða fullt af vélum þar. Samsetningin var bara mjög svipuð, það fór allt innan hús Velfags og einfalt að setja þetta saman. Hérna sjáum við til dæmis hvernig öxullin er. Það er 45 gráðunar og stilliboltinn og þetta kemur sem sagt saman. Hérna er hann í botni og svo er þetta að stilla þessa löm hérna með 3 stillingar. Við endum á að þurfa ekki að gera það, þurfum bara að hafa hann í næstu stöðu. Hérna sjáum við þetta komið í vélina og kosturum við þetta ísetningaborð er að þú getur tekið þetta bara af vélinni. Þú getur losað 2 stoppskrúfur og þú getur tekið allt borðið af og unnið að þannig. Gamla borðið var ekki þannig, þetta var allt fast og allt lokað, þannig að það var kostur við þetta líka. Hérna sjáum við hvernig það fjæðrar. Við þurftum að fá þessu fjöðrun út af því að laxinn er allt öðru sér byggður heldur en þorskurinn. Og svo bara ákveðið að prófa að keyra.
niðurstöðuna af verkefninu að þær komu mjög vel út. Við vorum mjög ánægðir með flökin og þetta leit allt miklu betur út heldur en við þorðum að vona. Það voru þetta stillingaratriði sem við þurftum að gera á vélinni og annað slíkt, en búnaðurinn þessi slíkur, hann virkaði mjög vel. Hann gerði það sem hann átti að gera og hérna sem sagt sjáið þið fiskiflökin, þetta flökin, hérna beinagarðurinn og það má gefa auga að hérna eru rifbeinin basically í fisknum. Bæði hérna megin og bakvið. En vissulega var þetta ekki alltaf svona. Fyrsta flakið var til dæmis hérna. Þá vorum við helviti naskir á því og tókum bara allt saman einhvern veginn. En það má gefa þig gaum að efra flakið hérna, það er frá aðilum sem sérhæfa sig í að flaka fisk. Og við fengum það að láni til þess að miða við og það má svo sem sjá að það er miklu meiri nýting í þessu þessu beinagarði heldur en þessum hérna. Og það má segja að það hefur verið vél sem að flakaði þetta hérna, sérhönnuð kínversk vél. Og við erum komin greinilega miklu nær en það. Þannig að já, verkefnið tókst vel. Ég var ánægð með þetta. Ég lærði hellinga að teikna og hanna og samsetningu og komst inn í þennan heim að geta búið til hluti í flökunarvélar. Einhverjar spurningar? Þá segi ég bara takk fyrir mig.